Jæja. Þá er bara komið að þessu. Ég man að það var alveg það er alveg 4 af 5 ár síðan ég gerði síðasta myndbandið mitt og nú finn ég að sé rétti tíminn til þess að gera næsta myndband. Ég heiti Andri Óskarsson og þetta er kvikmyndatímabilið mitt 2017 til 2022. Já, sest á þetta. Andri! Hefur þú séð fætur svona sástu maður blettinn á vinstri fæti helgina Þú lifir! hægri gegn Hvílík fagnaðarlæti litli strákar hrópa Komin sem sagt á staðinn til að fara í mig á þú hafir ekki af leiknum misst Ég man þegar ég var í grunnskóla, ég var 16 ára gamall og ég vildi gera mína fyrstu eigin stuttmynd. Ég var búinn að taka upp, ég er alveg búinn að taka mig pásu að taka upp alla viðburði í félagsmiðstöðinni minni og mér langaði að gera eitthvað annað og mér langaði að taka upp stuttmynd. Sólveig, ég fekk D á seinasta stærðfræðiprófi og ég lærði fokkin 4 tíma fyrir það. Myndirðu vilja breyta einhvern veginn? Ha, hvað meinarðu? Ég meina, myndirðu gera allt til þess að breyta einhvern veginn? Æ, ég veit það ekki sko. Kannski að fer eftir hvað það er. Myndirðu brjótast inn í skólan, fara tölvunum að Billy og breyta einhvern veginn? Sólveig, ertu klikkuð? Það er enginn að fara að brjótast inn í skólan. Ég meina, enginn er í skólanum og plús, ímyndaðu hvað þú getur gert, fara upp eftir skólana og þú veist, enginn mun messa í þér hversu heimsk þú actually er. Myndin er sem sagt 2 stelpur sem brjótast inn í skólan og breyta einhverjum sínum af því þau eru að falla í skólanum. Ég fekk sem sagt að nota skólan mjög seint kvöld. Það tók svona 4 tíma að taka myndina og svo man ég að ég fekk sponsor frá Brynjuís að fá ókeypis ís fyrir myndina mína en í rauninni vildi ég bara fá ís. Ég var að segja, Brynjuís í Engjalla, í Kópavogi, er annars besti ísinn sammála. Og ég man alveg að þetta var mjög skemmtilegt að gera og þetta hefnaðist mjög vel af því að í rauninni var ég bara með GoPro-vél, svona litla GoPro-vél og ég var með stabilizer fyrir myndavélina mína þannig að hún hreyfist ekkert, hún er bara í kjurri stuði þegar ég hreyf hana og þetta hendaði mér bara mjög vel, hljóðið var bara fínt af vélinni og svo bara tók ég upp myndina, bara let's go, svo bara hélt ég áfram og tók upp myndina. Ég man, það sem festir rosalega mikið í hugan á mér er að ég man þegar ég ætla að sýna myndina þá ætla ég að sýna hana í matsalnum mínum matinn þegar fólk er að borða og ég man svo mikið eftir því að maturinn var eiginlega að vera búinn og það voru allir eftir og það voru allir að bíða eftir að horfa á myndina mína og ég fyllti salinn, það var svona allir unglinga árgangurinn að horfa á myndina mína og biðu eftir að horfa á myndina mína. Það var kannski leiðilegasta og samt skemmtilegasta að þegar ég ætlaði að sýna myndina það fokkaðist allt upp. Það fokkaðist bara allt upp. Hljóðið fokkaðist upp, skjávarpinn var ekki að virka, mixerinn var ekki að virka, tölvan var ekki að spila myndina mína því hún var hæg til að spila myndina mína þannig ég þurfti að finna mig aðra tölvu. Það var ógeðslega fyndið að horfa tilbaka og var bara ekki að þetta gerðist og þetta hefnaðist bara mjög vel og þetta gekk ógeðslega vel og djúvel var ég stoltur á mér maður. Þetta er fljótir, ég missa andan. Andalvin. Eftir að ég útskrifaðist úr grunnskólanum mínum þá fór ég í menntaskóla sem heit Borgarholtsskóli og þar fór ég í kvikmyndabraut og ég man rosalega mikið þegar ég ætlaði að fara í skólan þá hugsaði ég mér mjög mikið að mér langaði að setja mér annað markmið
eitthvað sem er meira áhættulegt og meira svona actually sem er hægt að gera, ekkert eitthvað ofervitt. Og mér langaði rosalega mikið að læra að gera tæknibrellur og það var að gera svona 3D hluti og 3D hús og eða tunnur eða whatever, sprengingar, blóð, lasergeisla, byssukúlur og byssuskot og allt þetta svoleiðis. Og ég lærði þessast af forrit sem heitir After Effects. Þarna fekk ég virkilega tíma til þess að læra á forritið bara almennilega. Ég setti mitt allt í það að læra það sem ég vildi læra. Og ég eyddi ekkert eðlilega miklum tíma í bara að vera heima og vera að horfa á YouTube-myndbönd og æfa mig og æfa mig og æfa mig. Ég að prófa þennan töfrasprota projekt. Ég smá með halsblöku, en ok. Ég bara æfði mig ógeðslega mikið þangað til þetta virkaði og ég gat þetta og ég kunni þetta. Ég kann þetta, ég kunn, whatever. Ég man rosalega mikið eftir að ég gerði mynd sem heitir The Apocalyptic eða The Apocalypse eða eitthvað. Myndin var sem mann sem er The Apocalypse heimi, finnur eitthvað dautt lík með poka og svo er ráðast á þann og svo eru þeir að berjast um pokan og reyna að lifa af. Og það var svona fyrsta alveg myndin mín sem ég hefði svona VFX. Ég hef aldrei gefið þessa mynd út þannig séð og hef ekkert sýnt mörgum hana því mér fannst hún bara það léleg. Og ekkert eitthvað svona ferilskráar CV material þannig séð. Tveimur mánuðum seinna að ég klára þessa Apocalypse mynd þá vildi ég setja mig annað markmið og gera aðra mynd það sem var kannski aðeins erfiðara fyrir mig. Og þá vildi ég gera aðra mynd með tæknibrellum og hún hét The Ghostbusters Fanfilm. Og þetta var bara eitthvað fólk sem fór inn í draugahús eða bara eitthvað hús og var að leita einhverju draug. Og já, það var bara sem myndin var Ég tók mig bara fulla orku í að æfa mig að gera tæknibrellunar. Ég tók bara eitthvað fullt af skrítnum elements af YouTube og ég æfði mig bara rosalega mikið og æfði mig að gera hitt og þetta og sjá alltaf útkomnina sem myndi koma út og sjá alltaf gallana sem ég þurfti að passa mig á. Skilurðu? Já, og ég týp bara þennan að taka hana. Já, þið séu út þegar það er búið. Ok. Ekki þegar það er byrjað, það er þegar þetta er byrjað. Nei, það er byrjað. Ok. Já. Bara... Wow, eða... Nei, já. Svo kom tökuferlið á myndinni og það var bara ekkert annað skemmtilegt af því að ég hef aldrei fengið rétt og skemmtilegt fólk í að taka myndina með mér. Andri, Já, ertu pepp fyrir fyrstu tökunar? ég er ógeðslega pepp, en ég er ógeðslega stressaður. Öll hinn lögin hafa tapað til hamingju Ísland meðan ég bætist hér. Ég segi jalla. Við erum að reyna að búa til brotið nef. Ég vona þetta komi bara nokkuð vel út. Þetta er ennþá þarna og þetta er ennþá svona... Saman nú. Mjölkupóki. 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 Þetta er allt og stutt. Ég geti verið með svo skjaldböku
Íslensku maðurinn eða eitthvað. Teenage Mutant Ninja Turtles. Ertu alveg viss? Þetta er bara eftir rough sex, sko, ég bara... Fucking túrverki maður. Skemmtilegt að segja frá því að ég sem sagt á sama ári og sömu önn og ég var á í kláraði myndina að gera þessa mynd, Ghostbusters mynd, þá fór ég og tók þátt í kvikmyndahátíð sem heitir Kvikmyndahátíð framhaldsskólana og ég man að ég vann með þessari mynd bestu tæknibrellunar af öllum myndunum. Það var mjög næst, þannig ég fekk svona viðurkenningu að ég var með bestu tæknibrellur úr kvikmyndahátíð framhaldsskólana. Það svona gaf mér smá, ok, ég er actually alveg kannski að gera eitthvað réttan og góðan hlut og þetta var alveg vel gert hjá mér og flott hjá mér. Ég man að það kom sumar eftir að ég gerði Ghostbusters myndina mína og ég man, ég fór í Góða hirðinn og ég fann sér svona upptökuvél sem ég aldrei sé áður og greinilega þetta svona vélar heita Super 8 og þá ertu með svona vél, hún er eitthvað svona stór með einu haldfangi, horfir inn í gegnum augað og ertu með svona bara einhver svona kassa af filmum þetta er ekki spóla nefnilega, þetta er bara einhver lítill kassi með filmu, setur hann inn og svo ítur að takka og það bara rennur rammi í gegnum rammarnar í gegnum filmuna og ég fekk einhverja leikara og tók upp einhverja mynd úr henni og ég gerði mig ekki grein fyrir því hversu rándýrt og mikið vesen var að framkalla það. I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. Ég sendi filmurnar til Þýskalands. Það var enginn enn á Íslandi sem kunni að framkalla svona filmur af því að þeir eru svo gamlar. Þetta er eldgamalt stöf sko. Þannig ég þurfti að senda til Þýskalands. Þar var það framkallað í lit og svo var það klippt, sett tónlist undir og að eiga sá reynslu og minningu og efni af Super 8 vél sem þú hefur gert er geðveik reynsla og bara cool reynsla. Smile, though your heart is aching. Smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. Líka í sumarfríinu mínu þá fór ég kringum Ísland og þá sem sagt ákveði ég líka að gera aðra mynd sem átti að vera Star Wars mynd sem var aldrei tekin upp. Ég tók eitthvað svona teaser trailer og ákveði svo að taka hann upp seinna en það gerðist aldrei að það var bara alltof stórt, þetta var bara alltof stórt verkefni fyrir mig og ég sett hann á svona hold. Þannig já, hún er á hold. Það var allt tilbúið til þess að gera þessa mynd. Þú veist, ég var búinn að gera handritið, ég var búinn að finna alla tökstæðina fyrir þessa mynd og eina sem var ekki tilbúið voru búningarnir og crew og leikarar. Það var bara eina sem var ekki tilbúið fyrir myndina.
Hello, my name is Sævar and I'm 17 years old. I'm from Iceland and I'm studying programming and video game development. Eftir að ég náði ekki að taka upp Star Wars stuttmyndina mína, þá ákvaði ég að setja mig annað markmið og það var að taka upp aðra stuttmynd. Og þetta markmið er í dag það stærsta markmiðum sem ég hef náð og er rosalega stoltur af mér að ég hafi gert. Og það var sérst að taka upp mynd sem heitir Trapped. Sá mynd var strák sem býr til tölvuleik, svona virtual reality tölvuleik og fær að prófa með bróður sínum en endast á því að allt fer í rúst í tölvuleiknum. Og ferlið þessara mynda var rosalega tímadrepandi. Það tók rosalega alllangan tíma. Já, eftir að ég kláraði handritið, pantaði búninga, þá æfði ég mig rosalega mikið After Effects að gera effektin og læra það sem ég þurfti að læra til þess að gera tæknibrellunar sem áttu að vera í myndinni. 1, 2 og byrja. Ok, getur gert það aftur nema við höfum það þannig að Óli lappar og byrja. Now listen up here, little boy. Ok, getur það einu aftur. I think my mother is probably the most beautiful woman on the planet. I would make sweet love to your mother. I would fuck your mother too. Why no one speak about my mother? Nobody cares about your mother. But she beautiful, like me. You are fucking ugly. Tökuferlið á þessari mynd voru 4 dagar. Við vorum bara að taka upp nóttina og ég man rosalega mikið eftir, við gerðum rosalega mikið svona one take sinnum og við hef aldrei stöddrið sjálfur í að gera bardagasenur og þá eyddi ég tímanum mínum að skoða rosalega mikið af bardagasenum í tölvuleikjum sérstaklega af því að þá eru þeir rosalega mikið svona slow motion. Ég man rosalega mikið eftir að ég horfði á rosalega mikið af bardagasenum í Uncharted. Okay. Okay. Svo þegar ég kláraði myndina þá rosalega vildi ég að gera eitthvað annað með myndina en að setja bara á netið. Ég vildi það ekkert af því ég eyddi pening í að gera myndina og miklum tíma og svo miklum metnað í myndina að mér langaði að gera eitthvað alvöru með þetta. Og ég kom bara með hugmyndina að ég leigði einkasal í Bíó Paradís og ég gerði risastórt A1 plaggat af myndinni minni. Ég gerði 4 plöggut af myndinni minni þannig að þetta 1 plaggat var fyrir hverja mannesku og svo var 1 heildarplaggat sem var bara svona fyrir heildarmyndina sem var mjög næs. Hvernig fannst þér þessi viðburður búinn að vera í dag, í kvöld? Mér fannst það bara heppnast mjög vel. Það komið miklu meira af fólki en ég hélt að myndi koma og það bara gekk allt rosalega vel. Allt gekk smooth og allt gekk rosalega vel. Íslensku kennarinn mín frá grunnskóla kom með mér og ég bara halló, hvað er þú að gera hérna? Og hann bara ó, ég sjá myndina þér og mér finnst það gett næs. Þannig að kom fullt af fólki sem ég vissi ekkert að væri að fara að koma og það bara gekk allt ógeðslega vel. Ég man rosalega mikið eftir að mér var boðið í viðtal í Beatið heitir það á útvarpinu og ég fekk að auglýsa myndina mína þar og tala um myndina með leikurunum þar
Andri, þetta er bíómynd sem þið hafi verið að gera, stuttmynd, 30 mínútna mynd sem á að fara að sína núna hvað í Bíóparadís. Já, algjörlega. Og fyrsta lagi, segja okkur hvað myndin er. Þannig að er meira gaman að vera á bakvið myndavélina heldur fyrir framan hana? Ég myndi ekki segja þessu tilviki, nei. Bara, wow, þessi frumsýning var klikkuð. Þetta var bara, ég mun aldrei gleyma þessu. Bara að fylla salinn og að sína þína eigin mynd í, svo, veist þá búin að leggja svo mikið metnað í að þetta er bara svona barnið þitt, skilurðu, og allir er að fara að horfa á barnið þitt og bara sína virðingu það sem þú ert búin að gera og horfa á það og vera með þér í þessu mómenti. Þannig með frá því var ég mjög, goddamn, var ég bara stoltur með sjálfum mér og þetta var alvöru markmið hjá mér, sko, þetta var klikkað. Daddy, það er enginn báðir! Þetta er ég aftur. Komdu. Ertu tilbúin? Já. I got the light! Eftir að ég sýndi trappmyndina mína þá var komið að því að ég ætti að gera lokaverkefni í kvikmyndaáfangunum mínum. Og ég man eftir því að ég var búinn að fá svo hugmynd í fyrsta árinu á kvikmyndaáfangunum mínum, bara á skólanum mínum. Og ég var búinn að ákveða hvað ég ætla að gera í lokaverkefninu mínu. Og þetta er sem sagt stuttmynd sem við áttum að gera og mátti vera um hvað sem er. Og myndin fjallaði sem sagt um það að það voru tveir strákar sem voru í leikskóla sem hittu geislasverð og fóru að leika sér í Star Wars. Á meðan þeir eru að bíða eftir systur sinni að sækja sig. Strákar, eru þið þroska eftir? Nei, við erum bara að leika okkur. Allavega, ég ætla að finna mér eitthvað annað að gera. Það sem var mjög skemmtilegt við tökuferlinu á þessari mynd var að ég fekk að fyrsta sinn að vinna með börnum. Og það var ótrúlega gaman að vinna með börnum. Tökuferlið á þessari mynd gekk rosalega vel. Það gekk rosalega fljótt fyrir sér. Og að þetta voru bara 8 tímar og sem var 1 dagur. Og að klippa myndina gekk rosalega fljótt fyrir sér. Og úrkoman á myndinni var mjög flott að mínum mati. Það voru kannski einhver hluti sem ég hefði getað gert betur. En það eru bara eins og með alla myndina mér sem ég er að gera. Maður bara lærir og lifir og gerir hlutina betur. And now you will die. Er lagið með þig? Já, er alltaf með mig henn. Næsta verkefni sem ég gerði er að gera eftir að ég útskrifaðist úr Borgarholtsskóla, þá vildi ég setja mig ennþá stærra markmið sem ég geti gert. Og hvað er stærra markmið sem væri svona meira viðandi en sem ég er búinn að gera? Jú, er það ekki að reyna að sýna þætti í sjónvarpinu? Það er ekki oft þar sem nýjar íþróttir eru leyfðar hérna á Íslandi, en í dag var það svo. Nýjasta íþróttin kallast Airsoft, þar sem unglingar keppast á að skjóta hvern annan með leikfangabyssum og öðrum búnaði. Þar skiptir samvinna þeim öllu máli. Þættirnir sem ég er að gera fjalla sem ég get sagt núna, er strák sem er að fara í nýja íþrótt, sem er skotíþrótt, sem heitir Airsoft. Það byrjaði á því að ég byrjaði bara að gera handritið og ég horfði á þætti og kvikmyndir og fullt af öðru hlutum til þess að fá innspá af, til þess að bæta inn frá hugmyndinni minni, til þess að blanda því með og sem kannski svona passa meira saman og kannski meika meira sens. Og já, og svo byrjaði ég að vinna og ég byrjaði bara að vinna og ég pantaði mér búninga og fullt af hlutum fyrir það. Þannig að
og á meðan ég var að bíða eftir búningum og byssum og öllu svona kjaftaði, þá var ég að vinna í After Effects og með After Effectsinu var ég að æfa mig að gera sprengingar og byssukúlurnar og reikin og allt svona. Þannig að það actually lukkar vel og lukkar nice og passa vel. Og svo var það bara komið að því að taka það upp. Haraldur! Við höfum að drífa okkur! Þú ert skotin í bringuna og dast harkalega! Við erum alltaf upp í svæði! Þeir skjóttur út áttum! Það lendi rosalega mikið á óhöpum í tökuferlinu. Ég þurfti að reka eitt leikara af því að hann bara rífa kjaft og hóta að lemja með okkur svona. Og það skorti rosalega mikið á leikunum hjá okkur. Tökudagarnir fóru algjör í rúst. Við fengum allt og lítinn tíma til þess að taka upp þessa klippu og trailer fyrir það sem við ætlaðum að gera. Þegar ég var að klára trailerinn, allavega, ég var að klára trailerinn, ég var búinn næst í að gera klippuna og ég var að leta ykkur hérna. Heyrðu, deyr ekki það bara tala mín og allt fyrr. Ég missi tæknibrellunar, VFX skoti mín, myndefni mitt, tölvuna mína og allt, þú veist, það var ekki hægt að ná því úr diskunum, var bara eyðilegur. En sem betur fyrr var ég búinn að backa upp allar upptökuna mínar, en slæmi fréttarnar voru að ég þurfti að gera þetta allt aftur og ég eyddi alveg hálfu ári í að klippa þetta og það var alveg ömurlegt. Það var ekki nice, en samt svona miðað við hvað ég endaði með, þá er ég mjög sáttur með það. Þú ert að gera stór mistök á að svíkja með svona stelpa. Heilinga. Fuck you! Eftir að ég kláraði að taka upp þetta verkefni að gera klippuna og trailerinn, þá fór ég í skóla sem heitir Lýðskólinn á Flateyri, sem ég er í núna. Sér hver dag, hraðar sér hver kvöld. Ég tók upp hérna alla seinni önnuna mína á spóluvél. Ég man rosalega mikið eftir að ég þurfti að fórna rosalega mikið af hlutum til þess að vera með, til þess að hafa gott efni sem kemur bara með því. En það sem ég man örugglega mest af þessu öllu er að ég man alltaf hvað krakkarnir voru svo ógeðslega spennt að horfa á vídeóið og að sjá þetta, hvernig þetta kom allt út. Og ég var rosalega kvíðinn og það munaði nefnilega ekki miklu að ég ætlaði ekki að sýna það. Og það endaði nefnilega með því að við sýndum það á Patreksfirði í bíói. Við sýndum það í bíóhúsi á Patreksfirði. Myndbandið var 2 klukkutíma og 8 mínútur og það var bara perfect tími og allir bara sem horfðu á þetta höfðu svo gaman að þessu. Þetta er COVID. Þú er vel að hátra, oh my god. Fokkaði, af hverju er það alltaf mig upp? Það var að lesa á, þú er að hátra upp af eitthvað. Ég elska Böf. Hvað er þetta mál? Ég man svo mikið að það stóðu allir upp og klöppuðu fyrir mér og appreciateu myndina sem ég gerði og ég var bara hágrátandi að sjá alla standa upp fyrir mig og klappa fyrir verkefni sem ég gerði og það er minning sem ég mun örugglega aldrei gleyma. Jæja, nú er þetta viðtöl víst komið á enda. Það er svo mikið sem ég langaði að segja og mjög mikið sem ég langaði að tala um og líka bara að sýna ykkur. En því miður komst það ekki inn. Ég er virkilega þakkláttur það sem ég er búinn að koma mér í gegnum.
En þangað til næst, við sjáumst síðar. Nei, hvað höfum við hér, auðvitað?